Komið þið sæl. Ég ætla að segja ykkur frá svolítið sem gerðist. Ég var unglingur. Ég hafði stundum svona samviskubit yfir hlutum sem ég hafði gert og mér langaði eiginlega að ganga til skrifta. Þetta var svona það leyti þegar ég var að fara að fermast. Þannig að ég gekk til press og ákvað að spyrja af því að það var ekkert tekið á þessu í fermingarhræðslunni. Þannig að ég fór og spurði prest hvort að það væri nokkur svona í lútersku kirkjunni eins og ég hefði séð oft í bíómyndum þegar maður fór inn í skriftaklefa til þess að játa syndir sínar eða af hverju það væri ekki. Og presturinn svaraði, jú, við erum náttúrulega með skriftir í lútersku kirkjunni, það er bara ekki svona klefar og kannski ekki samskonar leynd yfir því, en við erum alveg með þetta. Og síðan fór hann bara og sagði ekkert meira. Og mér gafst allavega ekki færi á því að skipta þá, en svona 20 árum síðar þá kom samt tækifæri til þess og ég kynntist skriftum. Og sannleikurinn sá að við höfum skriftir í lútersku kirkjunni, en þær eru frábrugðnar kaþólskum skriftum að meira en einu leyti. Og kannski meginmunurinn er ekki hvernig maður játar syndir sínar, heldur að í lútersku kirkjunni þá skriftum við til þess að fá syndaaflausn. Þannig að sjálfur tilgangurinn með því að játa syndir sínar er að Guð vill fyrirgefa okkur. Nú er það þannig að ef við heyrum orð Guðs og trúum því að Jesú hafi dáið fyrir syndir okkar, hafi dáið og risið aftur frá dauðum, þá er okkur fyrirgefið sama hvað. En við getum samt þekkt ákveðnar syndir sem við höfum í lífi okkar, hlutir sem við höfum gert og kannski okkur líður illa yfir eða við höfum samviskubit yfir. Og þá getur verið gott að fara til press eða einhver sem að hefur reynslu sem kristinn einstaklingur og biðja þennan einstakling að hlusta á okkar játningu og gefa okkur síðan fyrirgefningu syndana. Ég get lesið fyrir okkur hvernig þessu lýst í fræðum Lúthers. Ég hef með þau hérna við liðina á mér. Skulum sjá, þetta ætti að vera hér. Þá er spurningin svona, hvað eru skriftir? Svar, skriftirnar taka yfir 2 atriði. Annað er að maður játi syndina, hitt er að hann veiti henni aflausn eða veiti aflausninni eða syndafyrirgefningunni viðtöku af skriftaföðurnum svo sem af Guði sjálfum væri, og efist svo ekki þetta, heldur trúi fastlega að syndirnar séu með því fyrirgefnar hjá Guði á himnum. Þá getur maður spurt sig, hver er grundvöllur þess að maður segir maður gangi til dæmis til press og játi syndir sínar og að hann geti síðan og hafi vald til þess að fyrirgefa þessar syndir? Hvaðan kemur það vald? Er það ekki einmitt þess vegna sem til dæmis farisíar hneyksluðu svo Jesú vegna þess að hann fyrirgaf syndir? Munið eftir sögunni þarna þegar Jesú var heima hjá sér og var að tala og var svo mikið að fólki var alveg fullt og síðan kom þarna 4 með laman mann og þeir komist ekki inn þannig að þeir færi upp á þak og gera bara gat í þakið og fýra manni niður með reipum. Og það fyrsta sem Jesú segir þegar hann sér þetta upp á tæki er syndir þínar eru fyrirgefnar. Og þá er einhverju fræðimenn svona aftast í salnum sem að stinga nefið sem hann og er svona ónægð með þetta, hvað er að gerast? Það er bara Guð sem getur fyrirgefið syndir. Og það sem við lærum af þeirri sögu er náttúrulega að Jesús er Guð sem hefur þetta vald til þess að fyrirgefa syndir. En það að Jesú hafi það þýðir ekki að við höfum svoleiðis vald. Hvaðan kemur það þá? Og svarið við því er að finna í Guðspjöllunum. Við getum fundið þetta til dæmis í Matthews Guðspjalli í 16. kafla og í 18. kafla og síðan í Jóhannes Guðspjalli í 20. kafla. Og ég ætla að lesa bara fáein vers hérna, vers 19 til 23. Byrja á 19 til 20. Kvöldið þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrunum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síður. Lærisveinarnir urðu glaðir ef þeir sáu drottinn. Það sem er að gerast. Þetta er fyrsti dagur vikunar. Jesú dó á föstudaginn langa, lá í gröf sinni allan laugardaginn, allan sabbatinn eða hvíldardaginn og síðan fyrsta dag vikunar reis hann aftur upp frá dauðum.
Þetta gerist morguninn og núna komið kvöld og lærisveinarnir þeir eru læstir inni, þeir eru hræddir við gyðinga að þeir muni ofsækja þá eins og þeir ofsóttu Jesú og allt í einu stendur Jesús mitt á með þeirra og segir friður sé með þér. Og þetta ekki bara einhver kveðja. Þetta hljómar þannig, friður, shalom, eitthvað í þá veru. En það sem átt við hérna þetta dýpra. Jesús dáinn og upprisinn. Hann hefur afplánað refsingu syndarinnar á krossinum. Hann hefur greitt gjaldið fyrir það sem við hefum gert gegn við okkar syndir og okkar uppreist gegn honum og það á við lærisveinana líka. Þess vegna sýnir Jesús þeim hendur sínar og síðu til þess að sýna sjáðu þið, þetta ég sem dó á krossinum, ég sem afplánaði fyrir ykkur. Nú hafið þið frið við Guð. Þannig að það sem Jesús vann á krossinum, það gefur að þeim hérna með orðum sínum, friður sé með yður. Og þeir gleðjast og verða glaðir þegar þeir sjá Jesú og heyra þetta. En síðan stoppar Jesús ekki þar, því hann vill að þessi friður sé ekki bara handa lærisveinunum, eða þar segja apostolunum 12, eða 11 á þessum tíma, það var ekki búið að skipta út Júdas eða þá. Og reynda voru bara 10 staðar því að Tómas postuli var á öðrum stað, hann kemur aftur inn í þetta seinna. Men Jesús vill að þetta sé handa öllum og hann vill að þeir beri þennan frið áfram. Þess vegna segir hann aftur friður sé með þér og nú skuluð hlusta. Vers 21. Þá sagði Jesús aftur við þá, friður sé með þér, eins og Fadirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hans hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtakið heilagan anda, ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Ef þeir synjið einhverjum fyrirgefningar, þeim synjað. Það sem Jesús að gera, hann að senda lærisveinana til þess að bera út frið við Guð, til þess að bera út fyrirgefningu syndana til annara. Og það þetta sem á sér alveg sérstaklega stað í skriftum. Það það að við játum syndir okkar, til dæmis fyrir presti, en það getur líka verið einhver annar kristinn einstaklingur sem hefur góða reynslu og við játum syndir okkar og segjum frá því, leysum frá því sem býr í hjarta okkar og við höfum samviskuvitið yfir og líður illa yfir. Og fyrir þá játningu þá okkur gefin syndaaflausn. Þá okkur fyrirgefið. Þetta ekkert annað en það að okkur boðað fagnaðarerindið Jesú Krist. Þetta almenna fagnaðarerindið sem í Biblíunni. Og ef við hlustum á fagnaðarerindið og heyrum það að Jesús dáinn fyrir syndir okkar og trúum við, þá eigum við fyrirgefningu syndana. En hérna verið að tala þessa sömu almennu fyrirgefningu inn í ákveðnar aðstæður og varðandi ákveðna synd og okkur fyrirgefin þessi ákveðna synd sem við höfum játað. Til þess eru skriftir, til þess að leysa þær syndir sem við berum með okkur, til þess að leysa þær byrðar sem við höfum á okkur. Jesús segir, komið til mín allir sem erfið hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Það það sem gerist í skriftum. Það verður gaman að heyra í ummælunum undir þessu vídeo hvort að þið hafið einhverja reynslu af skriftum. Annarkvort í lúthersku kirkjunni eða annar staðar, eða kannski eitthvað sem í lauslegra formi, til dæmis að játa syndir fyrir vinum ykkar og þá væri sérstaklega ef þið hafið upplifað það væri gaman að heyra hvort að játningunni fylgdi syndaaflausn eða hvort að það fylgdi kannski frekar loforð að bæta sig og gera betur. Það sjálfsögðu á það að fylgja, en það sem fylgir syndaaflausninni fyrst, eða sem fylgir játningunum fyrst og fremst á að vera aflausn syndana, fyrirgefning hennar. Og það fyrirgefningin sem kemur undan því að við bætum okkur. Fyrst okkur fyrirgefið og vegna þess að okkur fyrirgefið, þá erum við frjáls. Ok, við sjáumst.